fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Hann er númer 793 og haldinn 10. nóvember 2021 og ég segi fund settan. Samkvæmt boðaðri dagskrá eru 14 mál á dagskrá. Það þarf að gera hér örlitlar breytingar. Fyrsta lagi er óskað eftir því að 6. liður sem ber titilinn kosning í nefndir og ráð, það er óskað eftir því að taka þetta mál út af dagskrá. Ég bið þá bæjarfulltrúa rétt upp hönd sem samþykkja það að taka þetta mál út af dagskrá. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Ennfremur er hér nýtt mál sem óskað eftir að taka inn á dagskrána, sem breyting á samþykkt stjórn Mosfellsbæjar og var að þátttöku á fundi bæjarstjórnar og nefndar með rafrænum hætti. Það myndi þá koma hér inn, yrði það mál númer 6 og ég bið þá bæjarfulltrúa rétt upp hönd sem að samþykkja það inn á dagskrána, þennan lið. Takk fyrir þetta. Þá erum við sem sagt allt til reiðu til að fara að venju yfir þetta stórum dráttum. Það eru þá 14 mál á dagskrá þessu sinni og fyrsta lagi er fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2022 til 2025, fyrri umræða. Síðan koma 2 fundargerðir frá bæjarráði Mosfellsbæjar og þriðja lagi eru 2 fundargerðir frá nefndum. Þessu sinni er það fræðslunefnd og skipulagsnefnd. Og síðan kemur hér liðurinn sem við erum að kjósa inn á dagskrána, breytingin á samþykktum. Það flokkast undir almennerindi og það er einnig óskað eftir tilnefningum í skólanum framhaldsskólans. Og svo að lokum eru fundargerðir kynningar að venju og að þessu sinni eru það 7 talsins. Við byrjum þá á máli númer 1 sem er fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árin 2022 til 2025. Samkvæmt hefð og venju ætla ég að gefa bæjarstjóra orðið. Og hann er hér með glærur sem að sjást hér upp á tjaldinu. Gjörðu svo vel, Haraldur Sverrisson. Já, takk fyrir það. Forseti. Já, fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árin 2022 til 2025, hún er hér til fyrri umræðu í bæjarstjórn þann 10. nóvember eins og áætlun sagði til aðeins ferlið á þessu að venju. Þetta er svona það sem var samþykkt hér í sumar eða vor þegar að farið var á stað með undirbúning fyrir fjárhagsáætlunina. Að vinnan í sumar eða júní til ágúst fólst í því að forstöðumenn voru að vinna þessa áætlun. Efni við í hana undir stjórn síns framkvæmdastjóra. Síðan frá miðjum september hefur bæjarráð verið að fjalla einstaka liði áætlunarinnar. Til að mynda íbúaspá, tekjuáætlun, áætlun veikfæra fjárfestingar. Og svo gerðist það þann 23. október að bæjarráð, það var lagt fram í bæjarráði drög að fjárhagsáætlun sem að bæjarráð vísaði til bæjarstjórnar til fyrri umræðu. Þannig að þá var svona, lág allt fyrir, allar þessi púsluspil sem þarf inn í fjárhagsáætlunina og hún liggur hér fyrir í heild sinni ásamt greinargerðum bæjarstjóra og greinargerðum framkvæmdastjóra sviða. Og við erum þá stödd hérna í dag, 10. nóvember, þar sem við erum að fara yfir fjárhagsáætlunina og ræða hana í fyrri umræðu og það er svo gert ráð fyrir því að henni verður þá vísað til seinni umræðu sem verður þá hér eftir mánuð eða 4 vikur og jafnframt að henni verður vísað til nefnda til umfjöllunar eins og venja er. Nú síðan það sem gerist næst í þessu sambandi er að þann 24. nóvember, þar að sé á næsta bæjarstjórnarfundi, þá mun bæjarstjórn taka ákvörðun útsvar. En þessi áætlun gerir ráð fyrir því að eins og hún hér lögð fram að það sé óbreytt útsvarsprósenta frá árinu 2021.
og svo þann 8. desember eins og ég nefndi verður þá seinni umræðan um fjárhagsáætlun og hún þá væntanlega og vonandi afgreidd. Þannig er þessi dagskrá svona í stórum dráttum. Aðeins kannski til að byrja með að fara yfir hverjar eru helstu áherslur í þessari fjárhagsáætlun fyrir árið 2022. Koma hérna fram í þessum punktum að það er gert ráð fyrir því og áhersla á það að afgangur verða af rekstri bæjarins þrátt fyrir að tekjurnar hafi lækkað vegna kórónuveiru faraldursins. Og það er kannski að nefna það í þessu samhengi að við gerðum ráð fyrir því í langtíma áætlun sem að lögð var fram hér í fyrra og samþykkt hér í fyrra að það yrði gert ráð fyrir að bæjarsjóður yrði rekið með halla árið 2022. Sem betur hefur það nú gerst að tekjufallið sem að varð við kórónuveiru faraldurinn er að koma hraðar tilbaka en sú áætlun gerði ráð fyrir og það er gott. Og í raun og veru sýnist okkur að tekjurnar séu komnar í svona sama eða svipað far og var áður en að þessi faraldur skall á. Þannig að þá ríður á að við séum að ná hér aftur jafnvægi í rekstri bæjarins og þessi áætlun gerir ráð fyrir því. Og þannig að hún er lögð með þeim hætti fram. Nú síðan er hér líka áhersla á það að gjaldskrá breytist í samræmi breytingar á verðlagi og hækki því ekki á raungildi. Gjaldskrá almennt er að hækka hér í þessari áætlun 4% sem er svona okkur megin verðlagshækkun milli áranna. Það er líka lögð áhersla þá áætlun gerir ráð fyrir því að leikskólagjöld lækki 5% á árinu 2022. Það er í samræmi við ákvæði í málefnasamningnum að leikskólagjöld skuli lækka 20% á kjörtímabilinu. Það hefur verið tekið í þessum skrefum 5% á hverju ári. Og að álagningarhlutfall fasteignagjalda á íbúðarhúsnæði og atvinnureksturs lækki, það er að segja að álagningarhlutin er að lækka og það er til þess að koma til móts við hækkun fasteignamats. Þannig að það verði ekki að ræða raunhækkun á greiðslum bæði íbúa og atvinnurekenda á fasteignagjöldum á árinu 2000, fasteignaskatti á árinu 2022. Það er líka gert ráð fyrir að úthluta nýjum lóðum í Helgafellshverfi og miðbærasvæði fyrir fjölbreyttar íbúðagerðir og áætlun gerir ráð fyrir bæði tekjum af því í formi gatnagerðargjalda og byggingaréttar og líka þá útgjöldum í formi gatnagerðar. Þannig að það er gert ráð fyrir því að þetta gangi eftir. Og það er gert ráð fyrir því að hefja byggingu og nýjum leikskóla í Helgafellshverfi sem að nýbúin að vera í hönnunarútboði og að líka hefja byggingu við íþróttahús við Helgafellsskóla. Þetta eru stórar framkvæmdir hver sig, leikskólinn einhvers staðar milli 900 og 1000 milljónir, svona frumkostnaðaráætlun og svo íþróttahúsið milli 500 og 600 milljónir, þannig að þarna eru svona 1,5 milljarður í þessar framkvæmdir sem að hefjast á árinu 2022. Og það er líka verið að gera ráð fyrir því að hefja byggingu við þjónustubyggingu við íþróttamiðstöðina Varmá. Það var svo framkvæmd sem að var lögð mest áherslu á í þarfagreiningu og forgangsröðun framkvæmdum að Varmá í samstarfi við Íþróttaungmennafélagið Aftureldingu. Það er verið að vinna svona að frumhönnun á þessari verkefni í framhaldi af hönnun sem var gerð hér fyrir rúmum 10 ára síðan og fara yfir það og færa hann upp til dagsins í dag og það gert ráð fyrir því að þessi framkvæmd geti þá hafist á árinu 2022. Og þessi áætlun gerir líka ráð fyrir því að dagvistargjöld allra barna frá 12 mánaða aldri verður þau sömu og að vistunarformi. Það er að segja hvort sem að barnið þetta er í vistun hjá dagforeldri á leikskóla á vegum Mosfellsbæjar eða einkareknum leikskóla þá greiði allir sama gjald. Þetta var 13 mánaða árinu 2021, verður að færa þannig í 12 mánaða í samræmi við ákvæði í málefnasamningi meirihlutans. Og þá er búið að ná afskaplega miklum og góðum árangri í
töku hvað varðar þennan aldurshóp. Og það er verið að gera ráð fyrir því að halda áfram að efla upplýsing og tæknimál í grunn- og leikskólum. Það er verið að gera ráð fyrir því að halda áfram að fjölga félagslegum íbúðum og það er verið að gera ráð fyrir því að framkvæmdir við stækkun hjúkrunarheimilis Hamra hefjist. Þar borgum við 15% af stofnkostnaði, ríkið 85%, og það er búið að ganga frá frumhönnun þess verkefnis, ekki hönnun heldur frum áætlun og að það verkefni geti hafist árin 2022. Að hjúkrunarheimilið Hamra stækki 44 rými og verði þá 74 rými í stað 30 eins og það er í dag. Og það er gert ráð fyrir því að halda áfram átaki viðhaldi bygginga bæjarins og áfram verði haldið með umbætur á þjónustu og stjórnsýslu og að taka í notkun nýja heimasíðu núna öðru hvoru megin við áramótin. En þetta eru svona helstu áherslurnar sem er í þessari fjárhagsáætlun. Síðan er náttúrulega langtímaáætlun, langtímaspáin. Fjárhagsáætlun er fyrir árin 2022-2025 og áætlunin fyrir árið 2022 er bindandi. Það er að segja eftir henni skal farið, annars þarf að gera hana viðauka og það þarf að breyta út af henni. En langtímaáætlunin frá 2023 til 2025 er stefnumarkandi. Og hérna eru svona forsendurnar fyrir henni. Það hefur verið að gera ráð fyrir því að vísitala neysluverðs hækki í áætlunum fyrir 2022 3,5%. Þjóðhagsspáin gerir ráð fyrir 2,5% hækkun vísitala neysluverðs og það er búið að gera grein fyrir því hér áður að í þessari áætlunum er gert ráð fyrir 3,5% hækkun verðlags eða verðbólgu milli ára og það er bara gert vegna þess að það eru nú allar greiningar aðilar sem gera ráð fyrir því að 2,4% spáin mun ekki verða eða rætast og það er að koma ný þjóðhagsspá núna upp úr miðjum nóvember og við gerum ráð fyrir því að hún innihaldi meiri hækkun verðlags heldur en sú sem var og þessi tala hér sett á blað og notuð. Hvort sem að hún verður nákvæmlega rétt eða ekki, það verður að koma í ljós og það þarf þá að leiðrétta það milli umræðna ef sem er ekki dólöglegt að þessi tala verði eitthvað aðeins öðruvísi heldur en sem hér er spáð. En síðan notast við áætlun þjóðhagsspár fyrir árið 2023, 2024 og 2025. Og sama hátt með þróun útsvarstofnsins, við erum að gera ráð fyrir að hann hækki 6,6% árið 2022 og það er í samræmi við spá Sambands íslenskra sveitarfélaga. Síðan notustu við spá í þjóðhagsspá hækkun hans hin árin sem er þá 4,2% á ári. Og eins og ég nefndi hér áðan þá hefur verið lögð fram áætlun íbúafjölgun hérna í bænum til ársins 2025 og það er það sem er lagt til grundvallar hér við þessa langtíma áætlun, það er að segja sú áætlun sem þar kom fram og þá er þá gert ráð fyrir að íbúafjölgunin þróist og íbúafjöldin í árslok þess árs verði 13.065, hann er komin yfir 13.000 núna, þannig að það er ekki áleiklegt að þetta verði nokkur næri lagi og íbúum fjölgi síðan 3,5% árum 2022 og verður þá tæplega 13.500 í árslok og verður orðin 15.363 í árslok 2025. En auðvitað er þetta spá sem byggir svona á því hvað er hér í pípunum af byggingum, íbúðabyggingum á þessum árum. Þannig að þetta eru þær forsendur sem eru þá notaðar til bæði þá framlagningar á þessari bindandi áætlun fyrir árið 2022 og svo langtíma áætlun fyrir 2023 til 2025. Og aðeins þá yfirlit reksturinn, að hér eru sem sagt rekstrarreikningur samstæðunnar eða A og B hluta fyrir árið 2020 og svo útkomuspá fyrir árið 2021 og svo þessi bindandi áætlun fyrir árið 2022 og svo langtíma áætlun fyrir árið 2023, 2024 og 2025 og þá erum við að gera ráð fyrir því
að rekstrar niðurstaðan fyrir afskriftir og fjármagnsliði verði jákvæð á árinu 2022 1624 milljónir, afskriftirnar séu 554 milljónir og rekstrar niðurstaðan fyrir fjármagnsliði verði þá jákvæð 1070 milljónir. Fjármagnsliðir eru áætlaðir 885 milljónir og tekjuskattur áætlaðir 14 milljónir, þannig að það er þá verið að gera ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu, svo ég nefndi hér áðan, upp á 170 milljónir rúmar fyrir árið 2022. Og ég geti fullyrt það að þetta sé góð niðurstaða, sérstaklega með að við svona hvað við sáum í pípunum fyrir svona hálfu ári síðan eða svo. Til samanburðar er samkvæmt útkomuspá gert ráð fyrir því að tap á rekstri ársins í ár, 2021 verði 281 milljón, sem reyndar 200 milljónum lægra, eða minna tap, kannski, eða minni halli, heldur en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir, og það fyrst og fremst vegna þess að tekjuaukningin er að koma tilbaka fyrr en við gerðum ráð fyrir, sem fagnaðarefni, og tekist hefur að halda útgjöldum svona nokkurn veginn innan áætlunar, sem líka fagnaðarefni við aðstæður eins og þessar. Og til samanburðar var halli ársins 2020 540 milljónir. Og síðan gert ráð fyrir það verði góður stígandi í afkomu bæjarins árunum 2023 til 2025 og við séum farin að sjá tölur svipaðar þeim sem að voru fyrir áhrif heimsfaraldurs koronaveirunnar. Og þess ég ætla að fara að lesa þær tölur hér upp í einhverjum smáatriðum. Út úr þessu kemur síðan sjóðstreymi sem að eru náttúrulega líka mjög jákvæð teikn á lofti Það er gert ráð fyrir því að veltufé frá rekstri á árinu 2022 verði 1443 milljónir eða 9,3% af tekjum ársins. Og þetta eru svona kennitölur sem maður er fann að líka við. Við viljum sjá veltufé frá rekstri sé helst ekki lægra en 10%. Sérstaklega þegar við erum í svona miklum framkvæmdum eins og við þurfum að vera þegar að fjölgar svona hratt hjá okkur. En veltufé frá rekstri er reiknað út þannig að niðurstaða ársins er leiðrétt með að við reiknaða liði. Það er þessi liði sem ekki hafa áhrif á bankareikningin okkar eða sjóðstreymið. Og þar eru afskriftir og verðbætur og lífeyrisskuldbindingar þau atriði sem skipta máli. Þannig að þegar að niðurstaðan sem 170 milljónir leiðrétt fyrir afskriftum sem 554 og verðbótum sem 538 og breyting að hækkun lífeyrisskuldbindinga sem 180 milljónir, þá kemur út þessi 1443 milljónir sem þá til fjármunir sem að eftir verða á bankareikningum okkar búið að greiða allan kostnað. Og hægt þá að nota upp í afborganir lána og fjárfestingar. Til samanburðar áætlað að þessi tala verði 989 milljónir í ár. Það er að segja 7% af tekjum, af heildartekjum og þetta með helmikið hærri tala hlutfallslega heldur niður í áætlun okkar, þannig að það sem betur fer árið í ára komum betur út heldur en áætlunin og árið 2020 var þessi tala ekki nema 3,8% eða tæpar 500 milljónir. Þannig að það dugði ekki einu sinni fyrir afborganir lána, þannig að þau þurfti að taka lán til þess að greiða lánin. Svoleiðis var nú staðan þá. En þetta sem sagt allt á leiðin tilbaka og það mikið fagnaðarefni. Og eins og sjá má kannski að þessum kennitölum að þá skuldahlutfallið aftur tekið að lækka, aftur að fara að lækka, skuldaviðmiðið og skuldahlutfallið á árunum 2022 sem fór náttúrulega upp á árunum 2019 og 2020. Þannig að þetta eru þessar kennitölur og við förum með þessi alhlutan og þá tekju áætlunina. Hún hér og eins og sést á þessu yfirliti að þá eru skatttekjur að hækka frá
útkomuspánni fyrir árið 2021 í áætlunina 2022 8,4%. Og það er að hækka frá þeirri tölu sem var lagð hérna fram í september sem var áætlunin þá, og það er fyrst og fremst vegna þess að það er komin ný áætlun hækkun útsvarsstofnsins úr 6% í 6,6%. Það er líka síðan þá komin niðurstaða í eftiráálagningu ríkisins, þar að segja hver hennar raunverulegu skatttekjur voru fyrir árið 2020. Það eru 100 milljónum hærri heldur en við höfum þegar fengið greiddar, og sem þýðir þá að stofninn fyrir árið 2022 hækkar á sama skapi. Og svo er komin áætlun frá jöfnunarsjóði sem ekki var, heldur var þetta svona áætlun sem að gerð hér í þessu húsi, og hún er líka hærri heldur en hefur líka hækkað, þannig að heildartekjurnar frá útkomuspánni er að hækka 9,6%, sem er töluvert og mun meira ef við tökum upphaflegu áætlunina, þar sé áætlun eins og hún var samþykkt og er í raun og veru gildi fyrir árið 2021. Því að tekjurnar frá áætluninni eins og hún var samþykkt hafa og til útkomuspárinnar er að hækka um 500 milljónir. Og þessi tala var eitthvað í kringum 14% ef við tækjum munin á áætluninni eins og hún var samþykkt fyrir árið síðan og þess sem er þá að við erum að fara að ræða hér fyrir árið 2022. Þannig að þetta eru ánægileg þróun og hjálpar okkur mikið í okkar rekstri. Og þá sjáum við hérna af alhlutanum að hann er þegar búið að þetta eru sem sagt alhluti samanstendur af aðalsjóði, eignarsjóði, þjónustustöðinni og svo millifærslum. Og þegar þetta er allt saman lagt saman þá sjáum við að afgangur eða niðurstaða alhlutans er jákvæð um 84 milljónir, sem er mjög ánægilegt. Þetta er svona hinn eiginlegi rekstur bæjarins sem er fjármagnaðar af skatttekjum. B-hlutin er þá stofnanir bæjarins, veiturnar sérstaklega, sem er þá fjármagnaðar með sértekjum þeirra. Þannig að hinn eiginlegi rekstur bæjarins stendur undir sér. Og það er gott. Svona fyrir einhverju hálfu ári síðan hef ég alveg talið þetta algjörlega óhugsandi niðurstöðu. Að þetta gæti verið það sem við varum horfa framan í núna. Og þetta náttúrulega helgast að því að eins og ég sagði, það er rekstrarumhverfið betra. En svo má ekki líka gleyma því að hér er búið að leggja mjög mikla vinnu í þessa áætlun og fara ofan í saumana á henni, svona á þess að vera í einhverjum niðurskurði eða einhverjum breytingum þjónustildu, bara að reyna að gera hlutina á eins hagkvæman hátt og hægt er. Og við eigum mjög dýrmætan sjóð af starfsfólki sem leggur sér niður við það að búa til raunhæf og góða áætlun og þetta er afraksturinn af því. Við sjá, þetta er svona yfirleitt yfir málaflokkana og þarna sjáum við sko skatttekjurnar sem voru á blaðinu hérna undan. Það eru hér að speglast í þessa áætlun hér yfir málaflokkana. Skatttekjurnar eru þá áætlaðar 12.672 milljónir og svo eru þarna svona 3 málaflokkar sem eru stæðstir og taka til sín mesta rekstrarfé, og það er náttúrulega fræðslumálin bera svolítið höfuð og herðar yfir það og þar er gert ráð fyrir að kostnaðarvarandi fræðslumál árum 2022 verði 7.185 milljónir samanborið við 6.566 í áætlunum 2021, og þannig að þetta er hækkun í 9% milli ára, sem skapast náttúrulega bæði af fjölgun íbúa, þar af leiðandi fjölgun nemenda og þar af leiðandi fjölgun stöðugilda, og svo á því að laun eru að hækka töluvert hjá starfsmönnum sveitarfélaga. Og síðan félagsþjónustan, þar er gert ráð fyrir að hún kosti árum 2022 rétt tæpa 2,5 milljarð eða 2.497 milljónir. Það er svona svipuð hækkun milli ára um 8%,
frá 2303 upp í 2496 og þannig að þetta er líka stór og mikilvægur málafall og þarna er náttúrulega inn í líka málefni fatlaðs fólks inn í þessari tölu. Og svo er það æskulýðs- og íþróttamálin sem eru gert ráð fyrir að taki til sín 1407 milljónir á árinu 2022 samanborið við 1343 milljónir árið 2021 og hækkun þar 5% milli ára. Ég ætla ekki að fara hérna í aðra liði, þetta eru svona liðir sem við þekkjum öll, en svo hérna í B-hlutanum þá eru veiturnar, en þessir málaflokkar eru þeir stærstu og taka til sín mest af þeim fé sem að bærinn aflar í formi skatttekna og framlaga frá jöfnunarsjóði. Og aðeins bara að því að ég nefndi hér að það væri verið að breyta hér álagningarhlutföllum fasteigna skattana til þess að koma til móts við hækkun fasteignamats, þannig að þessi gjöld hækki ekki á raunvirði og þá er fasteignaskattur það er að segja af íbúðarhúsnæðinu, álagningarprósentan þar fyrir núgildandi prósenta, hún fyrir árið 2021 er 0,207%. En það er gert ráð fyrir því að í áætlunina hún verði 0,203% og fasteignaskattur af stofnunum verði fasteignaskattur B sem er fasteignaskattur af stofnunum verði óbreyttur en fasteignaskattur C af atvinnuhúsnæði hann er í dag 1,560% eins og er gildi í dag og árið 2021 en gert ráð fyrir að lækki niður í 1,540%. Lóðarlegan verður óbreytt og líka lóðarlegan í stofnunum og atvinnuhúsnæði sem og vaxtgjaldið, en fráveitugjaldið lækkar úr 0,105% í 0,095%. Og þetta þá þýðir það að þetta er allt saman skoðað í samhengi og lagt saman að fasteignagjöldin, það er þá verið að gera ráð fyrir því að þau hækki í samræmi við verðlag. Fasteignaskattarnir, já. Og förum aðeins í B-hlutann að þá er þetta það sem myndar B-hlutann, það er eins og hitaveita, vatnsveita, fráveita, félagslegar íbúðir og hjúkrunarheimilið, það er að segja eignin hjúkrunarheimilið. Við erum ekki að reka það á okkar reikning í sjálfum sér. Þetta er húsi sem við eigum og leigjum ríkinu. Það er gert ráð fyrir því að rekstra niðurstaða hitaveitunar verði jákvæð 21 milljón, rúmar og vatnsveitunar 36 milljónir og fráveitunar tæpar 83 milljónir en félagslegar íbúðir verði reknað með hall upp á tæpar 13 milljónir og hjúkrunarheimilið um 5 milljónir. Þannig að þetta kemur síðan inn í samstæðureikningin eins og ég var að fara hérna yfir áðan. Þetta er sundurliðun á því. Og hérna eru nokkra lykiltölur. Launakostnaðurinn af rekstrarútgjöldunum er svona rétt tæplega 50% eða 47,5%, annar rekstrarkostnaður 41% og svo eru afskriftir og fjármagnsliðir sem að mynda hitt. Fjármagnsliðir eru það gert ráð fyrir því til að mynda að þeir séu 5,7% af öllum rekstrarkostnaðurum og eigin frá hlutfalli verði 0,26% og ég nefni það hérna líka. Ég var búinn að tala skulda viðmiði, það fer í tæplega 100% niður aftur niður tæplega 100% á árinu 2022 og íbúarfjöldin verður hérna 13.478 íbúar samkvæmt þessari áætlun, en það getur nú steikað einhverju. Ég hef aldrei hitt nákvæmlega á það. Þannig að lokum hérna mynd yfir fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum eða eignfærðar fjárfestingar. Þetta eru annars vegar þá nýbyggingar eða nýframkvæmdir og svo endurbætur á eldra húsnæði sem eru þá eignfærðar. Sem eru þess eðlis að það auka stofnbyrði
eða virði eignanna og eru því færðar til eignar í bókum bæjarins. Og ég á búin að nefna hérna þrjár framkvæmdir sem eru kannski umfangsmestar. Það annars vegar Helgafellsskóli íþróttahús sem við gerum ráð fyrir því árið 2022 að í það farið 300 milljónir og árið 2023 290 milljónir. Þannig að svo framkvæmd eins og hún lítur út kosti þá um 590 milljónir. Gerist það á 2 árum samkvæmt þessu. Sama með leikskólan, nýja leikskóli Helgafellshverfi, það 300 milljónir áætlar í þá framkvæmd í árinu 2022 og svo 640 milljónir árinu 2023, þannig að svo framkvæmd kosti þá 940 milljónir. En þetta náttúrulega hafa eftir að gera útboðsgögn og endanlega kostnaðaráætlanir. Þetta eru bara svona fermetraverð sem eru sett inn til þess að áætla fyrir því sem við þurfum að hafa í fjárhagsáætlun. Og síðan að ég nefndi hérna íþróttamiðstöðina varma- og þjónustubygging, það gert ráð fyrir því að árið 2022 fari í þá framkvæmd 250 milljónir og svo 500 milljónir árið 2023 og svo 100 milljónir árið 2024. Þannig að þarna eru komnar 850 milljónir sem að svona eins og staðan í dag er gert ráð fyrir því að þessi bygging gæti kostað. Og svo eru náttúrulega fjöldin allar öðrum framkvæmdum þarna og samtals eru þessar framkvæmdir með framkvæmdum veitnanna eða B-hlutarstofnananna nettó upp á 635 milljónir. En ef við bætum við það tekjunum sem að verða til áætluðum gatnagerðargjaldatekjum sem eru upp á 1332 milljónir sem dragast þá frá þessum framkvæmdum, að þá erum við að tala um brúttó framkvæmdur upp á rétt 3 milljarða. Og það er enn eitt árið sem er að slá metið hjá okkur hér í framkvæmdum. Það eru reyndar nettótala lægri þetta árið vegna þess að við erum að gera ráð fyrir að fá meira af gatnagerðargjaldatekjum en brúttótalan eru þessir tæpir 3 milljarðar. Og það er náttúrulega mjög hátt hlutfall af tekjum, skatttekjum upp á 12,6 milljarðar. Við erum að tala um 25% af tekjunum er að fara, við erum að fjárfesta svo mikið og samkvæmt þessar áætlun er skulda viðmiðið okkar að lækka. Þannig að ég held að við getum verið svona stolt af þessu að niðurstaða áætlunina sé þó svona góð innan gæsalappa miðað við svona það sem við sáum fyrir einhverjum mánuðum síðan og að við getum haldið áfram að byggja upp þetta bæjarfélag okkar bæði með náttúrulega stórkostlega nýjum innviðum eins og nýjum leikskóla, nýju íþróttahúsi, nýju þjónustumiðstöð og allir öðru sem hér er gert ráð fyrir, sem og að bæta í þjónustuna ef eitthvað er. Og þannig að það er nú svona þetta var svona síðasta glæran sem að fylgir þessu. Bara endurtek það, ég tel þessa áætlun góða niðurstöðu, búið að leggja hana mjög mikla vinnu að venju. Fór kannski jafnvel meiri vinna í hana núna heldur en oft áður, bara vegna nauðsynjar þess að geta skilað rekstri bæjarsjóðs með einhverjum afgangi fyrir árið 2022. Það hefði bara verið að skrifa áherslur upp á framtíðin að gera það ekki og verkefni sem hefur þá bara komið í kollina á okkur á næsta ári og það næsta ári að vinda ofan á því og það hefði verið miklu erfiðara verkefni þá heldur en núna þegar það hefði vaxið og stækkað sá snjóbolti. Það hefði einhver sagt sko að því það nú kosningavetur og kosningar vor, það hefði bara verið fínt að geta skrifa áherslur á hitt og þetta svona til þess að auka hér alls konar hluti en það er ekki verið að því í þessu. Þetta er ábyrg áætlun, hún byggir á því að það sé hægt að reka þetta bæjarfélag komandi ár með sóma og við séum ekki að kasta hér einhverju vandamáli inn í framtíðina. Við tökumst á í þau strax og setjum upp áætlun sem er raunhæf og gerir það að verkum að við getum með góðri samvisku sagt að við séum ekki hér að leggja hér eitthvað á framtíðin eða framtíðarkynslóðir. Þannig að ég vilja líka þá nota tækifærið og þakka okkar framkvæmdastjórum, okkar fjármálastjóra
og fjármáladeild fyrir frábæra vinnu í þessari fjárhagsáætlun og sjálfsögðu öllum okkar stofnunum, öllum okkar forstöðumönnum sem líka leggja í þetta mjög mikla vinnu. Það mikil alúð lögð í fjárhagsáætlun hér. Það mikil virðing borin fyrir fjárhagsáætlunni. Hún okkar stærsta og öflugasta stjórntæki með náttúrulega þeim síðan eftirfylgd með þeim aðferðum sem við notum síðan til að fylgja henni eftir. Þannig að það gott og traustvekjandi fyrir okkur hér við þetta borð og íbúana að hún sé gerð með þessum hætti. Þannig að svo mæltu forseti þá bara líka í máli mínu. Já, ég vil þakka bæjarstjóra fyrir þessa greinagóðu yfirferð og nú orðið gefið laust og þegar hefur einn bæjarfulltrúi beðið orðið, það bæjarfulltrúi Hanna Sigríður Guðnadóttir. Gjörðu svo vel, Hanna Sigríður. Forseti, ágæta bæjarstjórn og fjölmörgu gestir sem sitja hérna í salnum. Við tökum hér til fyrri umræðu drög af fjárhagsáætlun frá árið 2022 og svo 3 ára áætlun fram til allt til ársins 2025. Ég vil náttúrulega byrja að taka undir þakkir til starfsfólk fyrir alla þá vinnu sem þau hafa innt af hendi við að setja saman þessa áætlun, bara taka undir með bæjarstjórum með það. Og ég ætla ekki að fara að þýðlega hér upp tölur eða stærðir úr fyrirliggjandi drögum af fjárhagsáætlun. Bæjarstjóri fór mjög vel og ítarlega yfir það hérna bara rétt á undan mér og þessi gögn liggja öll á vef bæjarins og fólk getur kynnt sér áætlun og greinargerðirnar þar. Býttu nú við, hvað vandræði hérna, afsakið, slagu við tölvuna hérna. Já. En við lifum sannarlega sérkennilega tíma. Þegar fjárhagsáætlun ársins 2020 var til umræðu var vön á tímabundnum samdrætti í hagkerfinu. En vonir stóðu til þess að samfélagið myndi byrja rétt úr kútnum þegar árinu 2021. Við vitum núna öll hvað gerðist í febrúar-mars árið 2020 og myndin breyttist og óvissan jókst. Reksturinn var vandasamari og tekjur lækkuðu. En eins og fyrirliggjandi fjárhagsáætlun og útgangsspá ársins 2021 sýnir, þá fjárhagur sveitarfélagsins að komast á betra ról og það töluvert fyrr en menn töldu að væri mögulegt í upphafi faraldursins. Tekjufallið að skila sér hraðar tilbaka, eins og bæjarstjórinn nefndi hérna áðan, og tekjurnar að nálgast það sem var fyrir faraldur. En það eitt sem ég bara nefni þessu sambandi, það athyglisvert að eins og kom fram á vinnufundi okkar bæjarfulltrúa núna fyrir viku, já, að kæmi ekki til sölu byggingaréttar, að þá væri niðurstaðan kannski svona í kringum 0, sem sýnir kannski hvað viðkvæm staðan okkar þrátt fyrir allt. Og núna þá stöndum við reyndar aftur í mikilli uppsveiflu smita og óvíst hvernig sú sveifla sýnir sig í rekstrinum. Smit dagsins í dag, 10. nóvember 2021, eru 178, hafa aldrei verið fleiri og styttist í að tilkynnt verði hertar aðgerðir að mati sóttvarnalæknis. Þannig að það geta ýmsar blikur verið á lofti. Mosfellingum heldur áfram að fjölga, þó dregið hafi úr þeirri gríðarlegu fjölgun sem við sáum síðustu árin, sem var kannski, hún var allavega óvenju mikil og krafðist mikilla framkvæmda. Vegna þess að fjölgun bæjarbúa kallar náttúrulega aukna þjónustu stofnana bæjarins og meira álag á innviði bæjarkerfisins alls og starfsfólk þess. Þar tel ég að þurfa að gæta sérstaklega það að mönnun starfa innan bæjarkerfisins hvar sem þau eru, og hún sé ætíð í takt við aukna þjónustu þörf íbúana. Það er mjög mikilvægt að hafa það alltaf í huga. Í fjárhagsáætlun yfirstandandi árs var valin sú leið að standa vörð það þjónustustig sem veitt í bænum og halda áfram fjárfestingum í samræmi við fyrri áætlanir, leið sem þýddi hallarekstur og auknar lántökur. Og það ekki efi í mínum huga og sú leið sem farin var sú rétta.
það að láta þau sem njóta þjónustu bæjarfélagsins bera byrðarnar ein getur aldrei samrýmst mínum pólitísku hugsjónum að minnstakosti. Og einmitt í niðursveiflu er mikilvægt að sveitarfélög haldi dampi í framkvæmdum. Ekki er annað að sjá hana framhald vera á þeirri vegferð og er það vel. Fjárhagsáætlun eða drögin sem við erum að taka til umræðu núna, þau eru lögð fram að meirihluta Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokks og fjárhagsáætlun byggir að sjálfsögðu á pólitískri sýn þeirra stjórnmálaflokka, áætlunum þeirra og forgangsröðun varðandi framkvæmdir og þjónustustig í Mosfellsbæ. Samfylkingin, eða eftir því sem ég best veit aðrir stjórnmálaflokkar í svokölluðum minnihluta bæjarstjórnar, hafi ekki haft aðkomu að gerð þessarar áætlunar. Áherslur hafa ekki verið ræddar eða kallað sérstaklega eftir breiðu pólitísku samtali og það er val og réttur meirihlutans, þó ég hefði kosið að annar háttur væri hafður á. Ég hefði til dæmis kosið að leggja meiri áherslu á uppbyggingu stoðþjónustu í skólum og ýmsum sviðum í félagslega kerfinu, en þannig er það nú bara, hérna sitja ekki allir í meirihluta. Þá vil ég enn nefna aðkomu fagnefnda bæjarins að gerð fjárhagsáætlunar, líkt og ég hef gert frá því ég kom fyrst í bæjarstjórn árið 2014 og fyrirrennarar mínir og undan mér. Nánari tenging ætti að vera við fagnefndir við gerð fjárhagsáætlunar. Fagnefndirnar ætti að ræða fjárhagsramma sem bæjarráð setur fram fyrir málaflokkana eftir tillögugerð starfsfólks. Og fagnefndirnar ætti að leggja markvisst niður fyrir sér hvað þær leggja til að nýta sitt svigrúm í og gera það tillögu til bæjarráðs ásamt því að leggja fram rökstuddar tillögur nýtt fjármagn eða tilfærslur ef svo ber undir. Nú er fyrirkomulagið þannig að fagnefndir fá fjárhagsáætlun inn á fund á milli fyrri og seinni umræðu áætluninni í bæjarstjórn, sem ég tel vera of seint í ferlunni, samanber það sem ég var að segja. Þó auðvitað sé nefndum í sjálfsvald sett hvernig þær nálgast umfjöllunina og hvort þær leggja til breytingar. Eins og ég nefndi hér fyrir minni ræðu, þá eru enn óvissutímar. Það er óvissa í rekstri sveitarfélaganna og samfélagsins alls og þar af leiðandi hef ég ákveðið að leggja ekki fram tillögur hér sem fela í sér breytingar á fyrirliggjandi drögum með mögulegum auknum kostnaði. En ég ætla að ljúka þessari ræðu minni við fyrri umræðu með að leggja fram eina tillögu sem ég hef flutt áður en hefur ekki aukinn kostnaði í för með sér. Og ég óska eftir að þessi tillaga mín henni verði vísað til viðeigandi nefndar með drögum af fjárhagsáætlun þegar þau fara til umræðu, til umræðu afgreiðslu í nefndinni. Og með leyfi forseta má ég lesa hana núna. Já. Og hún hljóðar svona. Bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar leggur til að á árinu 2022 hefji bæjarstjórn formlega fundi með stjórnum hverfafélaga sem starfi í bænum. Þá bjóði bærinn aðstoð sína við að stofna slík samtök þar sem þau hafa ekki þegar verið stofnuð í samræmi við lið 2a, 1 og 2 í lýðræðisstefnu bæjarins. Fundað yrði að minnstakosti árlega með hverri stjórn. Þá auglýsi bæjarstjórn almenna fundi í hverfum bæjarins að minnstakosti árlega þar sem sérstaklega eru tekin fyrir málefni sem tengjast viðkomandi hverfi og brenna á íbúum. Og tillögunum verði vísað til lýðræðis- og mannréttindanefndar með drögum af fjárhagsáætlun til umræðu og afgreiðslu. Og rökstuðningur fyrir þessari tillögu er mjög einfaldur, það er bara að auka lýðræðislegt samtal og samráð bæjaryfirvalda við bæjarbúa í samræmi við þá lýðræðisstefnu sem við höfum samþykkt og eins og ég nefndi þá vísa ég þannig í lið 2a, 1 og 2. Og ég sendi þessa tillögu mína. Já. Takk. Myndirðu senda annars hefur við á Þóru. ritara og forseta. Og ég held að sé rétt að við tökum þessar tillögur og aðrar bara þegar umræðum er lokið. Þannig að ég ætla að gefa orðið upp núna og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, ágætu gestir. Já, ég þakka fyrir þessa yfirferð yfir þessa áætlun sem er annars vegar bindandi fyrir 2022 og svo spá til framtíðar til 2025. Ég jafnframt þakka starfsmönnum fyrir þeirra vinnu sem þeir hafa lagt fram í þessu og þetta segja að þetta er talsvert viðamikið. Ég vil fagna því að tekjurnar hafa í raun og veru orðið betri og meiri en búist að við. En maður sér að stór hluti af þessum tekjum
er að koma í gegnum þá sjóði sem opinberu sjóði sem hingað streyma í gegnum jöfnunarsjóð aðalega. Nú, til að draga upp kannski þessa punkta sem að mér finnst svona athyglisverðir og ég ætla að reyna að vinna áfram milli umræðna. Það er hérna eignfærsla á viðhaldi. Eignfærsla á viðhaldi virðist hafa tíðkast og tíðkast víða í tengslum við meiri háttar umbætur og viðgerðir á fasteignum. En þetta er hlutur sem gerir það verkum að viðhaldskostnaðurinn, hann gjaldfærist ekki, heldur eignfærist. Og það gerir það verkum að afskriftarhlutinn verður alltaf stærri og hugsanlega veltufjárrekstri hærra en efni gefa tilefni til. Þetta er það sem að ég vil árétta hér í þessari vinnu. Ég mun ræða þetta einnig í bæjarráði morgun en hef lengi verið að fjalla þennan lið og annað sem að tengist í raun og veru fjárlagagerðinni og áætlun bæjarins. Nú, það sem mér finnst einnig skipta máli er gagnsæið í ásetningi og áætlunum. Vissulega eru talsvert mikið af gögnum sem berast okkur og annað slíkt, en mér hefur alltaf verið fyrir mér illa við það að eitt stærsti gjaldaliður, annar kostnaður, eins og bara í ásetningi síðasta árs, hann er án skýringa í ásetningi. Það þykir mér mikið miður í allri svona gerð, enda nemur hann 5 milljörðum og ég veit til þess líka í öðrum sveitarfélögum er þetta stórliður og án skýringa. Hugsanlega er það vegna þess að það er kannski ekkert auðvelt að útskýra hann því hann dreifist á marga þætti innan bókhaldsins. Það sem mig langar að fjalla einnig er þessi áhætta sem við erum að horfa fram á. Getum við selt þessar lóðir eða ekki? Mín tilfinning, með mín reynslu, þá held ég að við getum jafnvel fengið meira út úr þessum lóðum. Þetta er allt áhættu tengt, en ég býst við að við getum jafnvel fengið meiri tekjur af lóðasölu en áætlanir gera ráð fyrir. Við vonum það. Ég vona það að minnsta kosti og ég veit að aðrir voni það. Nú, þegar við tölum þessa áætlun sem slíka, þá finnst mér að öðru leyti nokkuð áhugavert að sjá að það sé verið að mæta hækkun fasteignagjalda sem þá í raun og veru með lækkun hlutfallsins sem innheimt er. Mér finnst það gott mál. En mér telst svo að þetta fer alveg eftir eignaflokkum hversu mikið þetta mætir. Hverjum og einum eignaflokki eða þá ég við hverjum og einni eign í sumir þetta lækkar eitthvað en sumstaðar gæti þetta jafnvel verið samt raunverðshækkun. Þetta fer alltaf eftir því hvert endurmat á viðkomandi fasteignum er og hvernig yfir fasteignamatsnefnd endur úrskurðað fasteignagjaldsstofninn skattstofninn ár hvert. Mér þykir mikið að þetta sé allavega að vera að huga að þessu. Það er metnaður til þess að huga að þessu og það þykir mér gott. En hvort það sé nóg, maður gerir ekki allum alltaf til geðs. En aðeins varðandi bara skuldir á hvern íbúa sem ég hef verið að taka saman með fyrirvara endanlega niðurstöðu þessa skjals, þá reynist það að vera í kringum 1,5 milljónir á hvern íbúa og þá er ég að miða við tölu frá Hagstofunni 12.589 í mannfjölda í þessu bæjarfélagi. Það getur hafa breyst eitthvað eins og hefur gerst stundum að hann Hafsteinn er hérna og getur hugsanlega leiðrétt þetta því að hann er svona áttavitinn í okkar í þessum málum hérna vanandi að fylgjast með mannfjöldunum í bænum. En ég segi bara enn og aftur, skuldsetningin er mikil á hvern íbúa og það er líka vegna þess eins og við vitum, það er mikið framkvæmdir eins og geta verið áðan og það var mikið og hefur verið mikið skóla nýbyggingar á skólum og það er skiljanlegt
En það er líka mjög gott að hugsa til þess hvenær áformað að fara að reyna að minnka skuldir og ég sé það á áætluninni að það eru væntingar það að skuldahlutfallið lækki. Annað hef ég ekki þetta að segja en þakka enn og aftur starfsmönnum bæjarins fyrir þessa vinnu. Orðið laust og bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Valdimar. Takk fyrir forseti. Ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú byrja eins og aðrir hérna að þakka starfsfólki í Mosfellsbæjar fyrir þessa vinnu við gerð þessara fjárhagsáætlunar og þakka fyrir þessa kynningu sem hér fór fram. Það er svona sannarlega fagnaðarefni að það sé gert ráð fyrir rekstrarafgangi á árinu 2022. Það leit ekki út fyrir það sannarlega fyrir á þessu ári. Það er mikið fagnaðarefni að við komum svona fyrr út úr þessari kreppu heldur en það leit út fyrir að yrði. Það er svona sannarlega, það er einhver teikn á lofti að það getur verið áframhald á þessari COVID-kreppu og við vitum ekki alveg hver endanlega niðurstaða úr því verði, eins og komið hérna fram að smittum fjölgar. En það er samt útlit fyrir bjartari tíma og sveitarfélagið er greinilega að ná sínum fyrri styrk. Og það er kannski að við erum að læra að lifa með þessari veiru. Við höfum líka lært á síðastliðnum árum að sem samfélag þá getum við staðið saman í svona erfiðleikum og höfum gert það líka þannig að við höfum haldið dampi hérna í Mosó til dæmis, haldið uppi velferðarþjónustunni og það höfum við sannarlega stutt í Viðreisn. Við höfum lagt áherslu á það að það sé kröftugt atvinnulíf og öflug velferð. Ég ætla líka að segja að þessi fjárhagsáætlun er að mörgu leyti nokkuð góð. Það er þarna tillögur sem að Viðreisn setti fram í síðustu kosningum sem eru núna að vera að gera, ekki út á okkur endilega heldur hljótu að styðja þessar tillögur. Þær eru þarna eins og loftgæðamælingar, innleiðing barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, endurbætur á Varmárskóla, félagsaðstöðvar fyrir afturheldingu og íþróttahús við Helgafellsskóla. Þannig að eins og ég segi, við hljótum að styðja þessar aðgerðir, þessar framkvæmdir. Á síðasta ári þá lögðum við ekki fram neina tillögur við gerð fjárhagsáætlunar í ljósi aðstæðna og við höfum ekki gert það heldur við þessa fjárhagsáætlun að svo gónu máli allavega. Staðan er viðkvæm og við höfum ákveðið að virða það og gefa starfsfólki bara svona frið og aðstöðu til þess að vera ekki að koma með tillögur sem að fela í sér fjárhagsútlát að svo gónu máli. En þetta er engu síður eins og komið fram hérna, þetta er fjárhagsáætlun meirihlutans og við höfum ekki komið að þessari fjárhagsáætlun, við hefðum komið með aðrar áherslur af nokkru leyti ef þetta hefði verið á okkar hálfu. Það er líka áhyggjuefni að skuldir aukast, en það er líka kannski skiljanlegt í ljósi aðstæðna stækkandi bæjarfélag að skuldir aukast. Þær verða helling, held ég að 2022 verði afborganir af langtímalánum 1,5 milljarður, þannig að ýmislegt hægt að gera fyrir það. En að svona öllu heilu þá ætlum við ekki að leggja fram neina tillögur að svo konar máli. Við munum ekki gera það ekki leggja fram tillögur sem feli í sig miklar fjárhagsútlát og við styðjum það sem vel er gert. Takk. Þá tekur næsta til máls bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur hér í sal og vonandi þeir sem eru að horfa heima líka. Já, ég vil byrja á því að þakka fyrir kynninguna sem var hérna í upphafi og þakka fyrir vinnufundin sem var daginn. Það er gríðarlega mikilvægt að geta átt þetta samtal við
framkvæmdastjórana svona millilega laust og heyrt svona hvernig þeir segja frá rekstrinum og fræð okkur í raun og veru í leiðinni það sem að gerast. Og ég vil líka þakka fyrir sko ferðina sem áttum saman hérna einhver tíman hvernig var það forseti í október, man nú ekki dagsetningarnar, þegar við fórum í stofnaðarnar okkar, vegna þess að það var svona liður í því líka að fá innsýn í hvað að gerast út á örkinni og fá svona pínlítla fræðslu. Það var auðvitað ekki í sjálfum sér rætt kannski fjárhagsmálefni beint í þeirri heimsókn en það blandaðist inn í og það var allt í bland í þessum heimsóknum, en aðalega satt eftir í mínum huga bara svona innsýn og fræðsla og innsýn í reksturinn og það sem að stjórnendur á hverjum stað og starfsfólk að fást við. Og ég mér var nú svona hugsað til þess þegar við vorum búin að vera á leikskólunum okkar að hverslega sko gríðarleg vinna það er fyrir það fólk sem er þar á gólfinu. Maður hefur í raun og veru það svo langt síðan ég var að sækja mín börn þarna að ég er búin að gleyma þessu, en það er svona rifjaðist upp, forseti, að þetta er gríðarlega mikilvægt starf sem unnið er þar og mér þótti gaman að koma og sjá það og fylgjast með því. Auðvitað er það þannig að þessi áætlun eins og hinar á þessu kjörtímabili er auðvitað áætlanir og áætlun meiri hlutans. Þannig er það og þau leggja hana fram og vinna hana. En það var þó sammælst það í fyrra að reyna að halda uppi, eða fyrir árið 2021 sem er senn að líða, að halda uppi svona þjónustustigi. Og það var meðvitað að auka skuldir verulega það ár til þess að halda dampi og klára þau verkefni sem voru í gangi eins og til að mynda Helgafells-skóla. Og það er vel og við hjá vinum Mosfellsbæjar studdum það og vorum með í því. En auðvitað er það þannig að það þarf auðvitað að huga því að lántökur vaks okkur ekki yfir höfuð og verði okkur of dýrar. Þannig að við verum að passa það. Það hefur verið nefnt í umræðum þeirra sem að töluðu hér á undan mér forseti að sko tekjur af gatnagerðar og byggingarréttargjöldum væru miklar og sumum hefur kannski fundist að vera vel í lagðar og öðrum kannski fundist að vera bara svona nokkuð raunhæfar. Ég vona þær gangi eftir, þetta er ansi stór upphæð en ég get alveg séð fyrir mér að þær gætu gengið eftir og vonandi gera þær það svona fyrir hag okkar allra vegna þess að það er auðvitað mikilvægt til þess að halda þessari niðurstöðu sem hér er aðstemt að skila hér rekstrinum á næsta ári með tæpum 200 milljónum sem er auðvitað gott. Og í raun og veru undan þeirri áætlun sem held ég allir gerðu ráð fyrir. Ég hef engan heyrt fram að þessu sem eiginlega vænti þess að viðsnúningurinn í samfélaginu okkar yrði jafn hraður og öflugur og raun virðist vera á. Forseti, það liggur alveg fyrir og það er auðvitað gleðilegt og við heyrum auðvitað líka af því að atvinnuleysi hefur farið snögg og snar minnkandi á þessu ári og það eru auðvitað að speglast í því að þá aukast tekjur í samfélaginu. Ég er nokkuð bjartsýnn bara fyrir hönd íslensk efnahags á komandi ári. Ég einhvern veginn leggst þannig í mig að við eigum bara gott ár í vændum og þetta tekjuáætlunin geti gengið eftir. Nú forseti, ég ætla að láta þetta bara duga núna í þessari, við þessa fyrri umræðu og enda bara á því að þakka aftur starfsmönnum fyrir. Ég er alveg klár á því að þegar þeir hafa setið síðustu vikur og sett saman tölur í rekstrinum að þá er það gert af mikilli fagmennsku og trúnaði. Það er ekki verið að reyna að svindla á neinu en þá kemur bara fjármálastjórinn og slær á puttana svo það gengur ekkert hvort þið er. Þannig að þetta er raunhæft og þannig hefur það sem betur fyrir verið um langt árabil forseti að áætlanirnar okkar hafa staðist nokkuð vel sem betur fer og Mosfellsbær kannski verið bara pínlítið þekktur meðal sveitarfélagana fyrir það. Ég læt þetta duga forseti, takk fyrir.
Þá tekur næstu til máls bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Og þá fór tjaldið upp, það er fínt. Sjáum bæinn okkar. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég kem hér upp undir fyrsta dagskrárlið þessa fundar, fjárhagsáætlun Mosbæjar 2022 til 2025. Ég ætlaði bara rétt að tæpa á nokkrum atriðum sem að mér finnst vera auðvitað athyglisvert í þessu og sem að er búið að nefna. Það er auðvitað mjög ánægilegt þess að hefur komið fram að útkoman fyrir árið 2021 er mun betra heldur en við reiknuðum með, þó að hún sé langt frá því að vera það sem að við erum kannski vön undanfarin ár í þeim góða rekstri sem að hefur verið í Mosfellsbæ undanfarin mörg ár. En rétt bara nefna það sem að það hefur verið nefnt hér af nokkrum kollegum mínum hér í bæjarstjórn varðandi kannski sem við kallum óreglulegar tekjur sem eru af gatnagerðargjöldum og byggingarréttargjöldum. Það er rétt að þetta er há tala, en ég ætla að leyfa mér það að vera bjartsýnn að hún standist og ég held að hún sé mjög raunhæf og jafnvel varkár vegna þess að við erum jú að fara að útdeila hér lóðum í glæsilegum suðurhlíðum í Helgafellskverfi í 5. áfanga og við erum líka að fara útdeila hér lóðum á miðbæjarsvæðinu í Mosfellsbæ og eins og við þekkjum í umræðina þá er mikill hörgull á lóðum á höfuðborgarsvæðinu og þessar lóðir eru að mörgu leyti einstakar vegna þess að það er ekki margar sérbýlishúsalóðir sem eru í boði á höfuðborgarsvæðinu í dag, þannig að ég gerir mig vonir það að þetta muni ganga eftir og að við munum sjá það að þessi liður sem að eru auðvitað hérna viss óvissu þáttur að hann gangi eftir. Ég vil líka lýsa mikill ánægju með það skref sem hafa tekið hér í þessari bæjarstjórn fyrir cirka ári síðan, rúmt ár síðan, það sem hafa tekið ákvörðun að halda dampi, það sem aðeins lengra síðan, halda dampi varðandi framkvæmdir í Mosfellsbæ þrátt fyrir þessa kröppu lægð sem að við vorum að ganga í gegnum út af faraldrinum. Ég held að það hafi verið mikið gæfuskref að stíga það og það er líka athyglisvert að við erum að horfa fram á, eins og kom fram í máli bæjarstjóra, að það verður sennilega hæsta framkvæmda áætlun sem við erum að sjá fyrir ár 2022 sem hefur verið í Mosfellsbæ, brúttó upp á 3 milljarða og það sýnir hvað sveitarfélagið var sterkt fjárhagslega og fyrir þessa kreppu út af faraldrinum og sýnir að við erum búin að halda vel á spöðunum hér við þetta borð undanfarin mörg ár og það borgar sig núna. Það er líka þannig að þó við séum að fara í svona miklar framkvæmdir á næsta ári þá eru búið að vera gríðarlega miklar framkvæmdir eins og við vitum. Þannig að þetta er ekki eins og við séum að koma einhverju framkvæmdastoppi. Það er ólangt mál að fara að telja það hér upp en kannski sérstaklega ánægilegt að nefna það að við erum að koma hér úr stærstu framkvæmd sem hefur verið framkvæmd í Mosfellsbæ sem er bygging Helgafellsskóla upp á rúmlega 5 milljarða og það er vert að geta þess að sú áætlun hún stóðst og betur en það. Ég held að hún hafi verið 2% undir kostnaðaráætlun og tímaramminn stóðst þrátt fyrir ýmsan ólgusjó sem að menn lentu í varðandi þær byggingar. Auðvitað var faraldurinn ekki að hjálpa til, kærumála og annars slíks, en þetta sýnir eins og bæjarstjóri gat réttilega hér að það er vandað virkilega til verka hér innan hús varðandi áætlanagerð og það er borin mikil virðing fyrir fjárhagsáætlun og þetta sýnir einfaldlega þessi útkoma og önnur útkoma af framkvæmdum hér undanfarin ár, hún sýnir það svart á hvítu að það er gert af mikilli fagmennsku. Fyrir það ber að þakka og ég vil taka undir með öðrum bæjarfulltrúum þakklæti til bæði framkvæmdastjórana og annara á sviðunum fyrir þessa vinnu við fjárhagsáætlun og ég legg til að við lítum björtum augum á framtíðina og veit að þessi veira hún verður ekki endalaust meðal okkar og við höldum bara áfram að vaksa út úr henni eins hratt og örugglega við getum. Takk fyrir. Og þá tekur næstu máls Kolbrún Þorsteinsdóttir, bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel, Kolbrún.
Já, takk forseti. Vil koma hér upp undir sama máli fjárhagsáætlun sem að við erum nú að fara til umræðu inn í öllum nefndum og mér langar bara rétt svona að geta að nefna þennan risastóra málaflokk sem eru fræðslumálin og það hefur bara sýnt sig undanfarin ár og sýnir sig enn og aftur að hver fókusin þessara bæjarstjórnar eða allavega þessa meiri hluta, þó ég hef gjarnan vilja mist alltaf, sjálfsög berum við ábyrgð á fjárhagsáætluninni en ég held nú að einhver leyti erum nú að vinna þetta saman en sannarlega er nú ábyrgðin okkar en sem sagt fókusin okkar hefur verið á fræðslumálin og leikskólamálin og það hefur sýnt sig að þessi 7 milljarða málaflokkur sem er orðið okkar stærsti málaflokkur í sveitarfélaginu gríðarlega mér mikilvægt að við skildum halda dampi í gegnum þessa erfiðu tíma sem er gegnum koronaveiru faraldurinn og ég vil bara segja það, ég er bara mjög þakklát öllum stjórnendum stofnana og sem hafa farið saman eins og einn aðili eins og eitt lið í gegnum koronaveiru faraldurinn og í rauninni vinna svona vel að þessum málum eins og gert hefur verið. Þannig að ég vil bara þakka fyrir það og ég vil bara einnig taka fram að höfuð áhersla bæjarstjórnar Mosfellsbæjar á grunn- og leikskólamálin og það er að segja öll skólamál bara hérna í Mosfellsbæ. Við höfum ekki, það verður ekkert verið dregið saman, það verður verið bætt í og jafnvel þó við þurft að hækka skuldir tímabundið þá höfum við gert það. Við erum búin að bæta inn heilum árgangi inn í leikskólana sem eru yngstu börnin, 12 mánaða börnin og sem kannski mikilvægast af öllu að við höfum haldið okkur við málefnasamningin, haldið áfram að vinna að honum og staðið við allt það sem á honum stendur. Þannig að nú erum við að ljúka þessi kjörtímabili og ég sem formaður fræðslunefndar gríðarlega stolt af því að hvernig myndin birtist inn í þessari fjárhagsáætlun og hvernig hvert við ætlum að stefna áfram og vonandi sem höldum áfram þessari samstöðu sem við höfum sýnt í varðandi fræðslumál í Mosfellsbæ. Þannig það er bara það sem ég vildi segja, forseti. Ég bara þakka fyrir og ég veit að nú að fjárhagsáætlun eftir að fara inn í allar nefndir til umræðu og ég vil nú trúa því samt sem áður að þó að fólk komi hér upp og tala um að kannski áherslurnar ættu að vera aðrar í þessari fjárhagsáætlun að þá ég nú alveg sannfærð það að langflestir vilja einmitt hafa þennan fókus á fræðslumálunum og á velferðarmálunum og ég held að það sé bara nákvæmlega að það endurspeglast í þessari fjárhagsáætlunargerð. Takk fyrir. Já, forseti hefur sett sjálfan sig hérna á mælaskrá sem óbreyttan bæjarfulltrúa og mér langar að segja örfá orð sem slíkur. Bara í stuttu máli, þetta búið að fara svo sem vel yfir þetta og sérstaklega greinagott hjá bæjarstjóra Haraldi Sverrissyni hvernig þetta var. Útkoman í heildina betri heldur en bara búist var við fyrir tiltölulega stuttum tíma þannig að við getum hort björtum augum til framtíðarinnar. Það var minnst að málefnasamningin áðan, við höfum hann alltaf uppi við þegar við verðum að vinna svona áætlanir til þess að hann sé nú endur fullnustu en annars vil ég bara þakka öllu starfsfólki sem hefur komið að þessu. Þetta langt og mikið ferli, mikið plan og mjög vel tímasett, toppa á réttum tíma að orða það þannig og þetta allt gert undir styrkri stjórn bæjarstjóra og árangurinn sýnir sér vel, finnst mér núna allt mjög greinagott og vel skipulagt. Bara kæra þakkir allt starfsfólk Mosfellsbæjar fyrir þessa vinnu. Nú, forseti gefur ennþá orðið laust ef einhver vil taka til máls fjárhagsáætlun. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið aftur. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, forseti, ég kem upp vegna þess að það var umræða að það sé meiri hlutin sem
sé ábyrgur fyrir þessari áætlanagerð. Við erum með hérna upplýsingar hvað verið að gera í bænum, birt í greinum og svo framvegis. Það eru allir flokkar einhvers staðar að vinna að öllum mál. En auðvitað ber meirihlutinn ábyrgð á grunninum í öllum rekstrinum. Án fjölmargra nefndarmanna hefði lóðaframboð ekki verið það sem það er, og þetta er ákveðin taktur sem þarf að stíga og skilningur á bara einföldum hlutum eins og stæðamálum og öðru skipulagi sem fer í gegnum kerfið og gerir hugsanlega eigninnar verðmætari og skipulagi betra, sem ég veist ekki reyndar. En mér langar að rifja aðeins upp söguna í þessu, bara vegna þess að þegar ég kem hérna inn í bæjarstjórn 2018 þá ræddi ég mikið hættuna á því að hækka skuldir og auka við skuldir og hafa ekki borð fyrir báru. Og var talsvert gagnrýndur fyrir þetta viðhorf að gæta sín ekki. En svo kom COVID og þá sýnist mér, og þá er ég án þessar reglugerðar sem að kallast skuldaviðmiðið, heldur þá skuldahlutfall bæjarins í A-sjóði, var þá í kringum 109% og er núna í kringum 130%. Þannig þetta er fljótt að gerast og við stefnum það að fara niður með skuldahlutfalli niður í 103% í lok þessa spátímabils. Þannig að ég bara árétta það að eins og við vorum að tala þessa áhættu sem felst í að ná inn tekjum vegna sölu á lóðum, að ef að það bara klikkar þá breytist allt dæmið. Og enn og aftur segi ég líka að þetta með skuldinar, þá eru þær 1,4 milljónir á hvern einstakling í Mosfellsbæ í dag. Já, það hefur engin beðið orðið, þannig að ég lít svo á að umræðum sé lokið á þessu sinni, þessu fundi, fyrri umræða. En það er hér einn tillaga sem kom hér fram áðan hjá bæjarfulltrúa Önnu Sigríði Gunnlaugsdóttur sem við þurfum að taka afstöðu til. Það er lagt til að tillögunni verður vísað til lýðræðis- og mannréttinda. Já, það er sem sagt ekki náttúrulega við bara gefa orðlaust. Þetta snýst Við hefum nú yfirleitt haft þann háttinn á að þegar komið hafa tillögur hérna fyrir umræðu, þá var hún bara fylgt fjárhagsáætluninni til eins og bara hluti af þeim gögnum sem fjárhagsáætlun er með. Þessi tillaga er þá bara er bara með, væntanlega fjalla lýðræðis- og mannréttindanefnd hana þegar að fjárhagsáætlun kemur þangað. En ég vil samt benda á það að þessi tillaga var líka flutt hérna í fjárhagsáætlunargerðan 2019 og þá var hann afgreidd í seinni umræðu að vísa henni til lýðræðis- og mannréttindanefndar í tengslu við gerðar aðgerðaráætlunar þeirra nefndar við á lýðræðisstefnuna. Þannig að það er þegar búið að afgreiða þessa lágkállega samskonar orðaða tillögu með þeim hætti við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2019. Eða öllu heldur fyrir árið 2020, það var semst fjárhagsáætlunin sem var til umræðu í desember 2019. En við höfum haft hann háttinn á varðandi þessa tillögur, mér finnst engin ástæða til þess að breyta út af með það, að þessi tillaga fylgi bara með áætluninni eins og hvert annað gagn hennar og farið þá til nefndana og þar er leiðandi þá fyrst og fremst við lýðræðis- og mannréttindanefnd sem er kannski áhuga að ræða hana. Já, þetta vel, en Anna Sigríður Gunnlaugsdóttir, gjör svo vel. Já, takk fyrir. Já, þetta er rétt munað. Reyndar hef ég nú trúið að bæjarsvæður flettis upp, ég trúið ekki að hafa munað þetta frá þessum tíma. En Tölvan gleymir engu. Nei, en ég vil bara að segja, sko, það sem ég er að gera er bara, tillaga mín gengur bara út á að gera nákvæmlega sem lýðræðisstefnan segir. Það er ekkert annað. Það stendur í lýðræðisstefnunni að halda fundina og hafa samráð við hverfasamtök og allt þetta, þannig að ég hef bara ítrekka það og ragmana þá umhverfis og ragmana þá lýðræðis- og mannréttindanefnd til þess að láta ekki þessa góðu tillögu frá þess að fara einu sinni enn. Þessi tillaga mun þá fylgja með
í þá umfjöllun sem fer til allra nefndanna, þar á meðal lífeyris- og mannréttindanefndar. Þannig að við greiðum ekki atkvæði núna. Þá er aðeins eftir ein atkvæðagreiðsla sambandi þetta mál og það er tillaga að vísa fjárhagsáætluninni sem hér hefur rætt til seinni umræðu sem fer fram 8. desember næstkomandi. Þeir sem staðfesta það voru beinir eftir bönn að staðfest með 9 atkvæðum. Og þá er komið að því að gera hér stutt hlé.
Við hefjum þá fund á 9 og nú er komið að því að fara í fundargerðir bæjarráðs Mosfellsbæjar. Það eru tvær eins og oftast er nú og við tökum fyrst fyrir fund sem var haldinn 28. október, 50 degi að venju, hann var númer 1509, hvorki meira en minna. Þannig voru 10 mál á dagskrá bæjarráðs og ég gef orðið laust. Bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég kem hérna upp undir fyrsta málinu, er það ekki? Já. Stefna Mosfellsbæjar, forvarnir. Já. Sem heitir Stefna Mosfellsbæjar forvarnir gegn einelti, áreitni og vanlíðan á vinnustað. Ég nefndi það hérna, forseti, þegar við afgreiddum þetta í bæjarráði að mér fannst svona aðeins vanta upp á hvað sem sagt viðbót, það var þarna viðbót í þessum reglum sem var sem sagt þetta svokallaða rafræna einelti og ég var svona að fílósófera það í bæjarráði sko hvað það næði langt og að því að ég sá ekki sem sagt svona skilgreining á því og ég tek alveg sko ég studdi náttúrulega afgreiðslu á þessum reglum og allt það vegna þess að það er auðvitað nauðsynlegt að uppfæra þær svona annað slagið og allt ég gerði enga athugasemd við það en ég svona ræddi þetta og síðan var það svona fresta hérna milli funda forseti eins og manst og svo einhvern veginn datt þetta bara upp fyrir aftur. Ég ætla alltaf að halda áfram aðeins með þetta og ræða þetta eitthvað nánar en svo vorum við eiginlega bara búin að afgreiða þetta hérna á seinni fundinum nema einhverja bókanir og eitthvað sem voru afgreiddar. Þannig að ég misti af lestinni þar. En ég er svona bara áeggja það bæði þá bæjarstjóra og mannauðsstjóra að það verði svona hugað að þessu hvernig sem sagt þetta á að gera sig í praxís. Það er að segja sem sagt að því að sko einelti eins og við þekkjum það hérna allavega frá fyrri tíð að það gerist á einhverjum ákveðnum vinnustað. Menn er að vinna í einhverju stofnun eða einhver staðar og rekast þar á hvorn annan og úrverður eitthvað sem gæti flokkast undir að vera einelti eða hvað þetta heitir nú allt saman, hérna áreitni og þetta allt saman. En þegar við erum komin út í rafrænt einelti að þá eru staður og stund svona, eða allavega staðurinn ekkert endilega sá sami hjá þeim sem er að áreita og þeim sem er verður fyrir áreitni. Það getur verið, það fer allt í gegnum rafrænu boðleiðirnar. Þannig að ég fór auðvitað að velta þessu fyrir mér og þessar reglur, hvað ná það langt? Gilda er fyrir starfsmenn sem eru báðir að vinna hjá Mosfellsbæ og hittast einhver staðar eða annar þeirra verður telur sig verða fyrir einhvers konar áreiti eða einelti í gegnum rafheima og sá sem verður fyrir ef hann vinnur á Mosfellsbæ og sá sem er meintur gerandi vinnur líka á Mosfellsbæ þetta þá orðið eitthvað sem að teymið okkar tekur fyrir eða það er að segja sá sem verður fyrir hann getur borið sig upp við teymið eða er þetta þannig að og þar þá umræðan eða einelti að snerta vinnustaðinn eitthvað sem snýst vinnustaðinn eða er þetta kannski þannig að það bara þarf ekki og það er bara eitthvað áreiti en bara það að báðir vinna hjá Mosfellsbæ að það getur tryggera það að sá sem telur sig verða fyrir þessu að hann getur farið í teymið okkar. Mér finnst svona, ég held við þurfum aðeins að forseti svona velta vöngum yfir þessu bara það svona praktískum atriðum en ég styður þetta uppfærslur á þessum reglum og það er vantilega bara allt saman komið í gang en bið menn endilega huga að þessu þannig að líka fyrir teymið okkar að það sé svolítið klárt af því á hverju það á að taka og á hverju það getur það átt von og svo framvegis. Takk fyrir þetta, forseti. Orðið er laust þetta mál. Þetta er númer 1 sem Stefán Ómar var að ræða.
kveður engi ljós það, þá er umræðan lokið það. Þá gefur forseti orðið laust að hinn málin, þarna voru 10 mál eins og ég gat áðan. Að kveður engi ljós. Þannig að forseti lítur svo á að umræðan sé lokið þessa fundargerð og bæjarfulltrúar séu þá tilbúnir í atkvæðagreiðslu og þeir sem staðfesta þessa fundargerð eins og einstök mál fyrir með sér. Það eru 9 hendur á lofti. Síðan leiði vika og aftur kom 5. dagur, þá var komin nýr mánuður líka, 4. nóvember. Snemma dags. Það var fundur í bæjarráði Mosfellsbæjar nr. 1510, þarna voru færri mál á dagskrá. Þeir voru 3 og ég gef orðið laust. Orðið laust þessi mál, eitthvað af þessum málum fremur, það kveður sig engi ljós og þá lítur forseti svo á að umræðan sé lokið og þá ætla ég að biðja á bæjarfulltrúa rétt upp hönd sem staðfesta fundargerðina. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá er komið að fundargerðum einstakra nefnda, þær eru nú reyndar aðeins 2, það eru oft verið fyrir en við tökum næst fyrir fundargerð frá fræðslunefnd Mosfellsbæjar. Það var fundur 3. nóvember síðastliðinn, það var fundur númer 397 og ég gef orðið laust og þegar hefur einn bæjarfulltrúi beðið orðið, það er Kolbrún Þorsteinsdóttir, formaður fræðslunefndar og bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel Kolbrún. Takk forseti, ég vil koma hér upp undir máli númer 1 sem heitir Menntastefna Mosfellsbæjar. En semst á fundinum þá kom Ragnheiður Agnarsdóttir og fór yfir stöðu mála, þar að segja vinnuna hvert vinnan er komin í menntastefnunni og fór yfir það sem að búið er að gera, eins og það til dæmis að það er náttúrulega búið að halda hér skólaþing sem að haldið var í Helgaverðsskóla og þar komu sem sagt saman nemendur og kennarar og seinna þann dag foreldrar. Þannig að eins og þið sjáu þarna í gögnunum að þarna liggur, þá er þarna tímalína sem að unnið er eftir en síðan gerðum við eins og þið kannski tóku eftir tilraun til að halda hér íbúaþing sem var sem sagt átt að vera síðustu helgi en vegna fjölda smita þá fannst okkur það ekki ráðlagt og í ljósi viðkvæmrar stöðu inn í grunnskólanum okkar að þá þótt okkur það ekki skynsamlegt en það er planið er sem sagt áætlun að halda íbúaþing þann 20. nóvember. Þannig að það verður þá auglýst og vonandi verður staðan í COVID þá orðin eitthvað skárri en hún er í dag akkurat. Og þannig að þegar við sjáum hérna í gögnunum að megin niðurstöðurnar úr skólaþinginu sem var sem sagt það maður kannski aðeins nefna eins og stendur í gögnunum að byggja upp samfélag menntastofnana eða menntasamfélag sem hefur vöxt og veljaðan einstaklings eða leiðarljósi, ná í samstarf allra hagaðila farsæld og framþróun skólastarfsins öllum til heilla og byggja upp hæfni fyrir framtíðina með einstaklings- og styrkleikamiðuðu námi. Þetta eru ákaflega og þetta er náttúrulega mjög góð markmið og þarna voru lykilþættirnir voru velferð, farsæld, vellíðan, vöxtur og vaxtarumhverfi. Og þetta er allt saman mjög gott og hef ég bindi bara mikla vonir við að við munum ná góðri sáttum og horfa í sömu átt í skólamálum hér í Mosfellsbæ. Þannig ég held að þetta sé bara mjög áhugavert og gaman að fylgjast með þessari vinnu og verkefnahópurinn hann hittist náttúrulega reglulega, verkefnateymið sem að Ragnheiður leiðir og þar eiga fulltrúar allra stofnana sæti og frístundafólkið okkar og fleiri. Þannig að ég vona bara að COVID mun ekki setja frekara strik í reikninginn hjá okkur en ég held bara að þessi vinna sé ákaflega góð og ég held bara að við eigum bara góðs að vænta þegar niðurstöður liggja fyrir og þegar við fáum einhver drög að henni hérna fyrir bæjarstjórn. Takk fyrir. Orðið laust þetta mál, menntastefnu Mosfellsbæjar og Anna Sigríður Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi, biður orðið. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, forseti, ég kem inn upp yfir sama máli.
og heyrði einmitt mjög vel látið af kynningunni sem fram fór á fræðslunemndafundinum og og ég vil bara koma hér upp til þess að lýsa ánægju minni með það sem ég hef séð af þessu. Ég held þetta sé að þetta er eftir að skila okkur góðu plaggi til þess að vinna með inn í framtíðina. Mér finnst var ekki virkni og vellíðan, er það ekki svona einhvers konar leiðarljós, ég þoli ekki, vöxtur og vellíðan, já, sem mér finnst bara mjög jákvætt, og svo þetta með svona styrkleika miðað nám, að því sé gert hátt undir höfði í þessari stefnumótun. Ég held að þetta sé allt mjög jákvæðir þættir og þetta er mjög spennandi og mér þykir bara verst að það þurfti að fella niður almenna fundinn sem ég svo sannarlega ætlaði að mæta á laugardaginn var, en vonandi bara gefst tækifæri til þess að halda hann sem allra fyrst og þá í líkamlegu ástandi, af því að samræðan verður alltaf mikið betra og dýnamískari ef við hittumst heldur en ef við þurfum að vera á tölvuskjáðunum. Og þetta er svo mikilvægt mál og ég ætla líka að segja mér finnst ánægilegt hvað margir hafa nú þegar komið að þessu. Það eru nefndar einhverjar tölur hérna, ég man þær ekki, en ég man bara, ég hugsaði með mér að þetta er góð þáttaka og bara ég er ánægð með þessa vinnu sem ég séð og hlakka til að fylgjast með framhaldinu. Orðið er list og bæjarfulltrúi Björn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið menntastefnu Mosfellsbæjar. Gjörðu svo vel, Björn Óskar. Já, forseti, ég kem undir liði númer 1. Ég fagna þessu og vil benda á í þessum pakka sem fylgir, þá er mjög góð mælanleg markmið á hvernig á að vinna stefnuna. Það er tímalína sem segir nákvæmlega hvaða markmið er verið að ná í gerð stefnunar. Það væri hægt að setja saman inn í stefnuna sjálfa, inn í framtíðina og segja hvað er viðverandi áform, svona árleg markmið og svo hvaða markmið á að ná innan ákveðin tímamarka. Þannig að ég bæði fagna þessu og bendi á að það er nákvæmlega þetta sem myndi vilja verða í stefnunni sjálfi sem er sett upp sem áætlun að vinna stefnuna. Þannig að ég fagna því og nákvæmlega þess svona tímalín með markmiðum. 2200 manns hafa tekið þátt í þessu og þetta liggur mikið við núna eftir COVID líka að reyna að ná börnunum upp í virkni. Þetta er áskorun mikil fyrir skólakerfið og einnig að ná upp í starfsánægju þessa fólk sem vinnur í skólanum. Þannig að ég er bara ánægður að þetta sé í gangi og því miður var þetta skólaþing flautað af, en ég er alveg viss um það að sé þessari áætlun fylgt að þá náum við endanum árangri. Það hefur ekki hvað sér hljóðs frekar þetta mál, númer 1. Þá er umræðan lokið á þessum fundum það. Vonandi verður hægt að halda þetta íbúaþing eins og hér var að tala áðan, en það er nú 2 önnur mál. Orðið laust þau. Það er Kolbrún Þorsteinsdóttir, bæjarfulltrúi, sem við beðum orðið. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Mér finnst nú við hæfi að koma einn upp og nefna mál númer 3 sem er upplýsingar sem við fengum fræðslunefndin stöðu kórónuveirufaraldursins í skólunum okkar núna og það er náttúrulega bara þannig eins og víða hér á höfuðborgarsvæðinu að COVID-ið það herjar á okkar fólk, bæði starfsfólk og nemendur. Og svo náttúrulega er svona hin árlega flensa einnig og þannig að það er töluvert álag í skólunum og veikindi og það vita allir sem þekkja til að það hleypur enginn frá börnunum, þannig að það þarf aflýsingar og þá eykst álagið á þá sem eru fyrir og ég veit að það er töluvert álag inn í skólunum núna út af því en Linda fræðslustjóri, hún fór
yfir þessa stöðu núna og COVID er alltaf að stinga sér niður í skólunum og það að fella heilu bekkina og inn í leikskólanum og annað slíkt, þannig að en ég veit það bara að enn og aftur þá bara sérstaklega Linda náttúrulega vakin og sofin yfir þessu verkefni og við erum að fá upplýsingar ég og bæjarstjóri, sérstaklega varðandi það sem að þegar koma smiti eða eitthvað sem að gengur að skólanum og þá hún fljót að senda á okkur bara til að veita strax upplýsingar stöðuna og þetta hefur bara verið töluvert að það er bara eins og ég veit að á mörgum öðrum stöðum að það COVID-ið að setja aftur marksetta skólastarf og við vitum alltaf eins og tölurnar í dag og þannig að við vonum bara það besta og krossum fingur að þetta fari nú að minnka aftur en ég vil bara aftur segja að með við allt hvað skólastjórnendur standa saman og vinna vel að þessu og starfsfólkið einnig bara heldur utan börnin og auðvitað vitum við líka að það getur verið alls konar ástand heima og það birtist oft einmitt í innan veggja skólans, alls konar sem að líðan barna og annað slíkt þannig að ég held að bara okkar góða starfsfólk og okkar fagfólk sé bara að vinna hér kraftaverk á hverjum degi og ég held að bara það sé mjög mikilvægt að við ég veit að við vitum það all en þetta er bara ástand og ég bara vona svo sem sannarlega að þessu fara að linna og því það er svo langt frá því að það sé eitthvað hefðbundið skólastarf í gangi. Það er allir á nálum og taugum út af COVID. Það er bara þannig. Og úlingarnir og böllin og allt félagslífið og svona, þetta fara að hafa töluverð áhrif. Þannig að ég vona að okkur bara, að það falli með okkur að við þurfum ekki fara að fella niður samkomur og börnin geti haldið lifa eins eðlilegu lífi og mögulegt er. Þetta var svona þær upplýsingar sem við fengum frá Lindu inn í nefndina, það fylgjast engin gögn, hún fór bara yfir reglugerðina og í rauninni held ég að því miður að þá svona stefna allt í harðari aðgerðir og því nú eru foreldrarnir svona nýfarnir að sjást á göngum á ný og kannski þarf að loka fyrir það aftur og eitthvað slíkt, ég veit það ekki, við getum alltaf eins átt að vona því en þetta svona var það sem kom fram á þessum fræðsluramdafundi. Takk fyrir. Orðið Röstar, fleðamál og Anna Silja Guðnadóttir hefur beðið orðið það. Samkvæmt fundarboði heitir það upplýsingar til fræðslunefndar vegna COVID-19. Gjörðu þið vel, Anna Silja? Já, takk fyrir forseti. Mér bara að koma hérna og bara segja nokkur orð þetta. Það er náttúrulega alveg ljóst að COVID hefur sett mikið strik í reikningin í skólunum okkar frá því það bara byrjaði. Við erum aftur komin í stóra bylgju sem er að hvað ég að segja, það er mikið að smitum að greinast hjá börnum sem þýðir náttúrulega að eins og formaður fræðslunemndar kom inn á, börn fara ekki ein heim í sóttkví, það er fólk með þeim. Þetta hefur verið rosalegt auka álag bara sem sagt inn í stofnununum og þá er ég ekki bara endilega að tala í Mosfellsbæ, heldur bara almennt og bara það sem ég hef talað við fólk, ég hef talað við skólastjóra í allt öðrum bæjarfélögum heldur en hér og þar er þetta bara eins, þetta er svakalegt auka álag, fólk er að vinna, ómælda vinnu til þess að sinna þessari rakningu, fólk er að vinna á kvöldin og vegna þess að það ríður á að rekja sem fyrst til þess að koma fólk í sóttkví og koma fólk í smitgát, þannig já, ég vildi bara undirstrika sem formaður fræðslunemndar að segja að þetta er engin venjulegi tímar sem að skólarnir okkar er að gangi gegnum og hvort sem við erum að tala stjórnendur eða starfsfólk að þá er þetta mjög vandasamt og við þurfum náttúrulega að gæta þess að halda vel utan þetta fólk og varðandi það að eins og hér kom fram að það er frekar líklegra en hitt að við förum inn í strangari takmarkanir núna vegna þess að eins og ég segi það hafa aldrei verið fleiri smit í samfélaginu og auðvitað verja bólusetningin okkur en við getum smitast samt og við getum smita fólk og við getum smita fólk sem getur ekki þegið bólusetningu og þannig að það er náttúrulega bara skiptur öllu máli þó ég sé aðeins kom út fyrir efnið að sinna persónulegum sóttvörnum. Takk. Nú, það hefur enginn gefið merki að taka til máls þessa fundargerð frekar.
fræðslunefnd Mosfellsbæjar frá 3. nóvember, þannig að við göngum nú til atkvæða ágætu bæjarfulltrúar til að staðfesta þessa fundargerð eins og einhver góð með sér, staðfest með 9 atkvæðum. Nú, 2 dögum seinna var fundur hjá skipulagsnefnd Mosfellsbæjar 15. nóvember, árla dags að venju. Þar voru 9 mál á dagskrá með afgreiðslufundi byggingafulltrúa og ég gef orðið laust. Þarna Sveinn Óskar Sigurðsson bæjarfulltrúi hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Sveinn Óskar. Ég ætla nú að bara örstutt að hér er 5 liður aðalskipulag Reykjavíkur og það var lagt fram á kynnt. Eina spurning mín er svo, hvernig líður aðalskipulagsgerð Mosfellsbæjar? Nei, en hann hefur lagt fram spurningu, það ef einhver svarað þá var það heimilt. Ásgeir Sveinsson, formaður skipulagsnefndar. Forseti bæjarfulltrúa, þetta mál reyndar ekki á dagskrá en ég skal svara þessu bara örstutt. Sú vinna er bara við endurskoðun aðalskipulags Mosfellsbæjar er bara í gangi og það er stefnt að því að henni ljúki á þessu kjörtímabili. Allavega þetta verið sett í auglýsingu. Þetta er bara í ferlum og ég veit að það voru fundir hér í dag með þeim teymjum sem er að vinna því ásamt fulltrúum á umhverfissviðinu, þannig að þetta þokast, en þetta er mikil vinna þó að núverandi aðalskipulag standa mörguleiti ágætlega fyrir sín og við séum ekki að finna upp hjólið, en þetta er, við getum satt bara á áætlun, en meira er ekki það að segja. Takk. Nú, orðið laust einhver önnur mál þarna í þessari ágætu fundargerð. Bæjarfulltrúi við að ræða einhver önnur mál þarna. Svo virðist ekki vera, þá göngum við til atkvæða og þessi staðfesta fundargerð skipulagsnefndar er bennið að gefa merki. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá förum við í það sem að hérna er mál nr. 6 og það er mál bæjarfulltrúa sem við samþykktum hér inn á dagskrána og snýst breytingu á samþykkt stjórn Mosfellsbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar með síðari breytingum. Ég held að sé nú rétt að forseti bara lesi þetta upp, hérna að þetta er mikilvæg breyting og þetta er breyting á samþykktum bæjarins. Það er sem sagt tillagan hljóðar svoleiðis, þetta er sem sagt fyrirsögnin er þáttaka í fundi með rafrænum hætti og svona er textinn. Tillagan: bæjarfulltrúum / nefndarmönnum í sveitarstjórn, nefndum og ráðum á vegum sveitarfélagsins er heimilt að taka þátt í fundum með rafrænum hætti. Séu þeir staddir í sveitarfélaginu Mosfellsbæ eða í erindagjörðum innanlands á vegum þess. Fer framkvæmd slíkra funda samkvæmt leiðbeiningum samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, samanber 2. málsgrein 19. grein sveitarstjórnarlaga. Já, svona hljómar tillagan og þetta þarf nú að fara fyrir 2 fundi. Er einhver sem vil fara til máls þetta áður en að verður gengið til atkvæða? Svo er ekki, þá ber ég þessa tillögu upp og þeir sem staðfesta hana er bennir rétt upp hönd og staðfest með 9 atkvæðum. Og þetta þarf að fara aftur fyrir fund af því þetta er breyting á samþykktum Mosfellsbæjar. Þá förum við í 7. mál. Það er tilnefningar í skólanefnd framhaldsskólans í Mosfellsbæ. Það var óskað eftir fulltrúum frá Mosfellsbæ og það er hér, ég hef hér með nöfn sem ég ætla að lesa hér upp. Það er fyrstulega lagt til að Sigríður Jónsson verði aðalmaður í þessari nefnd og varamaður hennar er Harpa Lilja Júníusdóttir og það einnig er lagt til að Anna Sigríður Guðnadóttir verði aðalmaður í skólanefnd framhaldsskólans og varamaður hennar verði Sveinn Óskar Sigurðsson. Þeir sem að staðfesta þessa tillögu eru bennir eftir hönd
að staðfesta nýja atkvæðum. Þá er komið að síðasta liðnum ágætu bæjarfulltrúar á þessum fundi sem eru fundargerðir sem eru lagðar fram til kynningar. Það er byggingarfulltrúin fyrst, það eru 2 fundargerðir frá honum. Fyrst var fundur nr. 452, það voru 4 mál á dagskrá. Ég gef orðið laust þá fundargerð. Það kveður sig engin hljóðs og þá er hún lögð fram. Síðan er hér líka fundargerð nr. 453 frá byggingarfulltrúa, afgreiðslufundi byggingarfulltrúa og þar voru 3 mál á dagskrá. Ég gef orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs og þá er hún lögð fram. Og síðan förum við hér í strætó. Það er að segja það var haldinn fundur í stjórnstrætó föstudaginn 8. nóvember, Hesthálsi 14, það var reynda fjarfundur og það voru 4 mál á dagskrá á þeim fundi og forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs þessa fundargerð frá strætó og þá er hún lögð fram. Síðan er fundargerð frá 28. október síðastliðnum, það er svokallaður eigendafundur Sorpu, það er nr. 35, það var líka fjarfundur og þar var aðeins 1 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs þessa fundargerð og þá var hún lögð fram. Síðan er hér fundargerð nr. 901 hjá stjórnsamband íslenskra sveitarfélaga. Það var haldinn í Borgartúni 30 í fundarherbyggi sem að ber tignarlega heiti Allsherjarbúð. Og það voru hvorki en alltaf mörg mál á þessum fundum. Það voru 26 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs þessa fundargerð, þá er hún lögð fram og það er síðan hér 29. október var haldinn aftur fundur í stjórn sambandsins. Það voru 18 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs þessa fundargerð, þá er hún lögð fram. Þá er komið að síðustu fundargerð þessar fundar sem er frá Sorpu, fundur nr. 459. Það var reyndar haldinn á 3 tímum eða sem sagt 15. október og svo 18. október frestað þá og svo aftur 21. og þar var hans 1 mál á dagskrá, fjárhagsáætlun og gjaldskrá Sorpu og forseti gefur orðið laust. Þessa fundargerð og fulltrúi Mosfellsbæjar í stjórn Sorpu, Kolbrún Þorsteinsdóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Það er kannski full ástæða til að koma hér upp og tala þessa 3 fresti eða 2 frestiði fundi þegar við vorum að koma saman fjárhagsáætlunar fyrir Sorpu og það var hérna, það er ekki einfalt mál því að það liggur margt undir og hérna, þannig ég held að það var ekki einfalt en niðurstaðan þessi, hún var samþykkt og allir fóru sáttir frá borði en eins og þarna kemur kannski, það kemur kannski ekki þarna fram en það kemur fram í gjaldskrá Sorpu og það hefur nú komið fram í fjölmiðlum að það er einhver hluti af gjaldskrá Sorpu sem er að hækka og annar er að lækka en það sem er kannski mikilvægast af öllu er að fólk og atvinnulífið og einstaklingar og við bara íbúar vitum að nú er ekki lengur og frá með 2023 verður ekki hægt að urða úr gang lengur þannig að þetta er bara liður í því að við erum að efla hringrásarhagkerfið hjá okkur og það kostar peninga og það að atvinnulífið verði kannski líka að taka þátt í því þannig að þetta er náttúrulega bara skref sem að við munum halda fram að stíga og ég held að það geti allir talað með þessum gjaldskráhækkunum allavega við sem sitjum í stjórn Sorpu og vitum að út á hvað þetta gengur en fjölmiðlar hafa náttúrulega stilt þessu þannig upp að þetta sé út af einhverju
einhverju fjárhagsvesenni varðandi gas- og jarðgerðarstöðina en þetta er auðvitað bara, það er alveg sér kapitúli auðvitað fyrir sig en þetta er bara það að við erum að hætta að urða fyrst og fremst og við Mosfellingar höfum staðið vörð það að það verði staðið við eigendasamkomulag og við það og lögin náttúrulega hjálpa okkur bara með það að þetta er bara liður í því þannig að þannig þetta tókst að koma þessu heim og saman og þannig að við getum allavega Mosfellingar verið sátt og ég held að önnur sveitarfélög séu það líka. Takk fyrir. Voruð þið leyst þetta mál, þessa fundi, þennan fund, hvernig sem voru það? Svo er engin beðið morðið þannig að ég er svo á að umræðinslokið þetta mál og þetta var reyndar síðasta mál á dagskrá og það er ekkert eftir að nefna slíta fundi en ég vil geta það fyrst að það verið búið til næsta fundar í bæjarstjórninni eftir 2 vikur, 24. nóvember 2021 klukkan 4:30. Ég þakka ykkur kærlega fyrir fundarsætuna og segi fundi slútið.